Árið 2016 er 2400 ára afmælisár Aristótelesar. Hann var upp á 4. öld fyrir Krist í Aþenu, þar sem hann stofnaði skóla eða rannsóknarstofnun, og fáir ef nokkrir hafa haft eins mikil áhrif á sögu, heimspeki, vísinda og fræða og einmitt Aristóteles. Það er því full ástæða til að staldra við og ræða heimspeki hans og framlag hans til sögunar, bæði jákvætt og neikvætt. Við höfum tekið okkur saman 10 kallar, við bjóðum í partí, pulsupartí, á Hugvísindaþingi 11. og 12. mars næstkomandi. Það er alltaf að fjalla ýmis mál sem að tengjast heimspeki hans. Við erum 5 sem ætlum að ræða málefni sem að tengjast siðfræðinni. Það er ég og Svavar Hrafn, Geir Þórarinn, Geir Sigurðsson og Mikael Marlís. Björn Þorsteinsson ætlar að segja frá tilfinningum í skáldskapalistinni, en Henry Alexander og Ólafur Páll munu ræða lykilatriði í frumspeki Aristótelesar. Gunnar Harðarson segir okkur frá Aristóteles á miðöldum, en Vilhjálmur Árnason ætlar að kanna nokkur meginstef í heimspeki Aristótelesar og Habermas. Velkomin í pulsupartí Aristótelesar.